Komiði sælir kæru áhorfendur og gleðilega Hvítasunnu. Það annar í Hvítasunnu hér og það Akraneshöllin sem heilsar TV í samstarfi við Live. Örn Arnarsson heiti ég, með mér í þessari útsendingu Aldís Ylva Heimisdóttir, velkomin. Takk hérlega fyrir, takk fyrir það. Ertu búin að hafa það semilegt helgina? Já, það er ekki annað hægt, það er svo gott veður. Nákvæmlega, það búið að vera yndislegt. Þó að það hafi ringt aðeins á okkur hérna á suðustu svæðinu þá svona helgina. Ef það er sól og hlýtt og ekki rok og rigning þá er maður sáttur. Akkurat, og það er bara topp aðstæður hérna. Ég meina það er mikilvægur leikur hér í dag. Til þess að bara undirstrika mikilvægi, þá langar maður að sýna hérna stöðuna fyrir þessa umferð. Hún er svona, hún er ekkert rosalega björt fyrir Skagaliðið, af því að þrátt fyrir 1 sigur í 3 leikjum þær í næstneðsta sæti með 3 stig, -2 í markatölu, en Tindastóll þar fyrir neðan með 0 stig og -11 í markatölu og svona með við þetta þá, hvað maður að segja, það er gríðarlega mikilvægt fyrir Skagaliðið að vinna í dag. Já, með sigri getum við farið strax bara upp í 4. sætið ef allir aðrir leikir fyrir neðan okkur fara eins og við viljum að þeir fari. Þannig að þetta er hörku deild og það geta einhvern veginn allir unni alla og við sjáum það alveg bara frá HK í 7. og niður í IA í 9. þá allir með 1 sigur. Já, akkurat. Og sigur HK einmitt gegn IA. Já. Síðan tapaði IA í síðastu umferð móti KR 3-2 þar sem það leiddu 2-1. Já, það var í ágætisleik. Já, ég fór á þann leik og mér fannst við vera bara fínar í fyrri hálfleik en KR-ingarnir voru bara skrefin á undan okkur, alveg svo við sáum hér þegar við vorum að lýsa leiknum hérna í höllinni. Þeir voru bara, alveg pínu skref á undan okkur. Leikurinn hefði alveg getað endað jafntefli og það hefði bara verið sanngjarnt. Það var eitthvað sem gerðist þegar Skagaliðið komst í 2-1, þá einhvern veginn bara rökk KR-liðið í annan gír. Já. En það eru það eru 4 leikir búnir eða við það að verða búnir í lengjudeildinni í dag og þar eru áhugaverð úrslit. Þetta segir okkur margt. Grótta 1, KR 0. Haukar að vinna enn eitt leikinn, eru með fullt úr stigum eftir 4 leiki, gríðarlega sterkar með sigur á móti Selfossi, HK 1, FHL 1 og svo Völsungur 3, Keflavík 1. Þessi Völsungsleikur kemur með mjög óvart. Völsungar eru náttúrulega óvænt lið í lengjudeildinni í ár. Það í rauninni taka pláss af IH sem venslaliðið FH sem ákveður ekki að gefa kost á sér í lengjudeildinni. Bæði vegna þess að þeir bara treystu sér ekki vegna manneklu og vildu frekar satsa svolítið á bestu deildina með FH-ingunum. Þannig að þær að koma óvænt inn í þetta og þessi úrslit segja alveg, eiginlega pínu svona sjokkarmann, Já, og þetta náttúrulega þýðir það að Völsungur að fara í 6 stig og komnar í rauninni upp fyrir Keflavík með þessu sigri. Þessi deild á eftir að verða, það virðist vera Haukar ætla að gera sig aðeins úr. Sem að áhugavert vegna þess að Haukarnir hafa verið svolítið í svona bara pínu uppgengu síðustu ár, spila á ungum leikmönnum og fengu þvílíka reynslubolta í Aldísi Köru og henni Valgerði Grímu held ég, ég ekki alveg að vera rétt með. Þannig að fengu allavega mjög sterka leikmenn með sér inn í þetta tímabil og svo heyrast sögurnar það að Sara Björk sé að koma heim. Já. Og það það eru risatíðindi og hún tilkynnti það núna í þessari viku að hún væri að kveðja Sádi. Þannig að maður veit ekki hvað satt í þessu, en ef að hún kemur þá bara biðjum við fyrir okkur, segi ég nú bara. Já. En herðu Aldís, við ætlum að fara aðeins í sögubækurnar eða fara í tímavél. Því að árið 2018 spiluðu á Tindastóll í Lengjubikar kvenna úrslitaleik og við ætlum að sjá bara það helsta úr þeim leik. Áhugavert. Það er svona aðeins að brytta upp á einhverju nýju hérna. Gjörðu svo vel. Hér Unnur á auðum sjó og hún skorar, dundrar í gegnum þvöguna og Margrét sér hann aldrei fyrir en hann kominn í netið.
Inn í gegn á Mareni, Maren inn á Róbertu sem að nær, og þetta ekki annað en vítaspyrna dómari, algjörlega pottþétt mál. Margréti Varnar Unnur. Það skot í slá í samskeytin hreinlega. Hann ná að koma þessu fram. Klara sparkar þessu tilbaka. Fríða. Karen. Út á Aldís Ylfu. Aldís með langan bolta. Og hvað gerist hér? Fríða og það mark! Annað markið sem við vorum að bíða eftir. Og það Fríða sem að skorar það. En dómarinn dæmir Unnur Ýr. Finnur Fríðu sem að finnur Mareni. Kaja á fjärstönginni. Maren klárar þetta bara sjálf. 3-0. Markið á 89. Klara með fína sendingu hérna fram. Eva María fann Fríðu. Fríða upp í hornið á Unni. Unnur með fyrirgjöfina. Þar Maren Leósdóttir og hún stýrir þessi í netið. Þetta veisla. Þetta ekkert annað en veisla, gott fólk. En dómari leiksins búinn að setja upp þessi flautuna. Og leiknum lýkur með 4-0 sigri Skagakvenna. Já, þetta var svona, bara smá svona trip down memory lane. Já, menna, manstu eftir þessu liði? Það ekki mikið eftir þessu liði. Nei, ég var að fylgjast með. Kaja kemur hann inn á í þessum leik og Eva María Jónsdóttir sjúkraþjálfari í hafsendum. Annars eru aðrar bara hættar eða farnar að gera eitthvað annað. Það var enda mjög góð stóðsending hann í einu markinu. Já, frá einni sem var nummer 24 hann í bakverðunum í þessum leik. Ég veit ekki alveg hvað það var. En mér varst eiginlega áhugavert að sjá hvað höllin okkar er flottari. Já. Hún rosalega grá og hérna svona, já, ekkert mikið að frétta. Og ég ætla líka að leyfa mér að segja frá okkar bæjarinu séð að gæðin hafa aðeins batnað. Já, en það geggja eiginlega til. Já, nákvæmlega. Og ég meina eins og segi, við erum að detta í 10 árin hérna á ETV, þannig að það bara í nóvember. Og það eiginlega ótrúlegt hvað við erum búin að ná miklum framförum. Já, bara frábært. Herðu, en við skulum skoða byrjunarliðin. Enda á engin Ali. Nýjustu fréttir af henni bara að hún sé að verða klár í næsta leik. Já. Núna strandar á einhverju ákveðnum pappír frá Kanada, en það það eina sem eftir En Mikaela Íster í markinu nummer 18. Númer 2 Madison Schwarzenberger. Fyrirliði nummer 8 Lilja Björg Ólafsdóttir. Númer 9 Erna Björk Elíasdóttir. Númer 10 Sigrún Eva Sigurðardóttir. Númer 11 Ísabel Jasmín Almarsdóttir. Númer 14 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir. Númer 19 Alexa Maletis. Númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir. Númer 26 Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir og 53 Vala María Sturldóttir. Mér sýnist þetta að vera bara nákvæmlega sama byrjunarlið á móti KR. Þetta sama byrjunarlið og það ekkert skrítið að Skarpi haldi sig við það vegna þess að mér fannst fyrstu 45-55 jafnvel við vera bara sterkar og Dagbjört gaman að sjá hana inn í liðinu komin heim úr skóla í Bandaríkjunum og Vala komin tilbaka líka eftir smá meiðsli. Klárlega. Þannig að bara flott. Og bekknum var markmaður Hrafnhildur Helga Arnardóttir, Tinna Björk Helgadóttir, Erla Karitas Jóhannesdóttir, Elvíra Agla Gunnarsdóttir, Nadia Steinun Elíasdóttir, Bríet Sunna Gunnarsdóttir og Aþena Líf Viljánsdóttir. Þjálfari Skarphéðinn Magnússon. Liðið hjá Tindastóli svona skipað í markinu. Númer 1 Thea Lundmark, númer 8 Amparo Delgado Vega, númer 10 Rita Feist Lang, númer 11 Simone Torst, númer 13 Hrafney Lea Árnadóttir, númer 14 Katrín Eva John, númer 15 Emilia Björk Elefsen, númer 16 Agnes Nótt Þórðardóttir, númer 17 Harpa Sif Hreiðarsdóttir, númer 18 Sunneva Dís Halldórsdóttir og númer 21 fyrirliðinn Krista Sól Nílsen. Á bekknum Sigríður H. Stefánsdóttir, Karen Sif Halldórsdóttir, Íris Ösp Elefsen, Magnea Petra Rúnarsdóttir, Árdís Líf Eiðsdóttir. Juan Carlos Domínguez Requena þjálfari
Og þá gengið við. Ertu búin að sjá hérna Apex myndina? Nei. Nei. Þetta lag kemur svolítið við sögu Já, en þetta ógeðslega flott Já. og maður þyrfti eiginlega að ná alveg svona heildarskoti hérna yfir höllina. Já, einmitt. Hengja einhverja Já, GoPro-mynda já. hérna upp í toppinn eða eitthvað. Sjá vona á þetta. Drónaskoti, já, þetta skemmtilegt. Þetta það sem höllin býður upp á þetta. Já, þetta smá dramatík í þessu. Já, einmitt. Og, en dómarar í dag eru Oliver Tantungu og Elías Baldursson og Reynir Sigrunarsson eru aðstoðardómarar. En já, við erum búin að fórum aðeins yfir það áðan þegar við skoðum stöðutöfluna. Það bara rosalega vont ef við fáum ekki sigur í dag. Er það ekki bara vont að segja það? Jú, ég ætla ekkert að vera eitthvað hvað segir maður? Ég verði eiginlega bara að vera við eigum að vinna þennan leik. Við erum heilt yfir með miklu betra lið. Tindastóll náttúrulega féll úr bestu deildinni í fyrra eftir mjög erfitt tímabil og það hafa orðið svolítið bara kannski kynslóðaskipti og bara svolítið mikil rótering á leikmönnum. Við sjáum að Bryndís Rut sem hefur verið fyrirliður og svolítið leitt þetta lið í mörg ár ekki í hóp, það ekki rétt hjá mér, í dag. Hún fædd 95 með bara mikla reynslu og á meðan eru það að satsa svolítið á ungu stelpurnar og meðal annars tvær stelpur sem ég kannast vel við úr landsliðinu, Hrafney Lea og svo ein spennandi á bekknum sem heitir Íris sem fædd 2012, þannig að þeir eru að gefa heimakonunum sínum séns. Hrafney 2011, Íris 2012, þetta eru yngri leikmenn, yngsti leikmann hjá IA fædd 2010. Já, og það bara, við höfum oft rætt þetta að þetta getur verið pínu svona fín lína á milli, en þetta þarf Tindastóll að gera til þess að ná að halda í stelpurnar sínar og bara halda út í liði og frábært tækifæri fyrir þessar tvær á meðan á okkar stelpur fá kannski annarflokksleikina inn á milli til þess að fá með. Einmitt. Já, þetta Skagaliðið hefur nefnilega alveg, þér hefur ekki fundist spilamennskan í rauninni fín. Bikarleikurinn á móti Fram sem að tapaðist vissulega 3-0 sem að lítur út, ef þú varst ekki á staðnum, lítur ekkert vel út, en með við það að Skagaliðið átti 2 algjör dauðafæri í þeim leik. Ef maður sér bara highlightsinn úr leiknum, þá sér maður mörkin 3 og það það eina sem maður fær. Akkurat. Og það gefur bara pínu ranga mynd, ég alveg sammála því. Já, og aðstæður voru erfiðar. Þær voru mjög erfiðar. 2 af þessum mörkum komu, eitt beint úr horni, það svona lýsir kannski vindinum sem við var að eiga þarna. Einmitt. Og hitt markið eftir horn sem kemur fast inn að markinu. Já, koma 2 eftir horn og annað bara beint inn. Já. Og það gerist ekki nema að vindurinn hjálpa svolítið mikið til, sko. Já, hér erum við ekki droslega vön vindinum, en hér Skagaliðið byrjar að sækja. Dagbjörn með boltan fyrir inn á fjær, Sigrún þar í baráttunni, endar með hann. Og kemur boltinn inn að markinu frá Völu, en Thea Lundmark í markinu grípur þetta þægilega. Það myndi alveg ætla að Skagaliðið mæti hérna algjörlega á fullu inn í hennar leik. Vil ég bara svona, svolítið bara klára þetta bara snemma? Já, ég held það og ég held að minna alveg gefa þeim líka rosalega mikið sjálfstraust að vinna þennan leik og vonandi skora mörg, koma fleiri leikmönnum á blað. Við erum búin að fá Alexu núna í síðustu 2 leikum á blað. Ebba skoraði síðasta leik úr víti og og fiskaði það í rauninni sjálf líka, en það væri frábært að fá fleiri inn. Klálega, Dagbjörn, sendingin inn fyrir hana, vel lesið hjá kallinn John. Erfitt að lesa númerinn á búningunum hjá stólunum. Já, þetta feitar svolítið. Svona úr fjarlægð. Feitar svolítið inn, það megi örugglega ekki verið vínrauðu, það örugglega skerst á við gula litin, sko. En Skagaliðið, sjáum að stólarnir bara liggja vel tilbaka, fremsta manneskja bara inn í miðjurhringnum sín megin. Já, ég myndi persónulega ef ég væri að þjálfa
Tindastól líka. Rangstað á Sigrúnu, annars boltinn góður fyrirgefðu. Þá myndi ég líka sitja og nýta svolítið skyndisóknirnar. Þær eru með fljóta, ég sé það bara Hrafney sem ég þekki bara alveg ágætlega hérna á vinstri kanti, hún mjög fljót og það bara á að nýta kraftin í henni. Það er raun og orðið frekar sjaldgæft að maður sjáu lið sitja svona tilbaka. Flest lið eru nokkuð grimm í að pressa og liðin auðvitað alltaf að vilja spila út á móti pressunni og svoleiðis. Já, það það og lið í dag eiga bara í ströggli með að leysa það hvernig á að spila móti lágblokk. Já. Bara vitir hún ekki hvað þeir að gera því að það kemur enginn og mætir. Já, það er alveg svo, já. Bara æfingarnar snúast allar að spila úti gegnum pressu. Akkurat, en svo bara kemur engin pressa og þá bara hvað á að gera, sko. Stólarnir að nýta saman hérna sendingar, halda boltanum. Sendingin út til vinstri á Agnesi. Agnes fer í árásina. Kemur boltanum inn í áttina teignum. Sigrún síðan fram á við. Þetta endar hjá Ebbu, gerir þetta vel, tekur hann niður hérna. Tekur sér tíma, færir hann yfir, vel gert. Selma, sendingin frá henni eins og er ekki nógu góð. Hann búið að tapa boltanum hérna aftur. Kemur sendingin inn fyrir núna, engin Rangstaða, Dagbjörg komin inn á teiginn. Hver með henni, Ebba með henni, sendingin frá Dagbjörtu, hún hefur kannski að gefa sér aðeins meiri tíma hana. Já, hún hefði alveg getað farið lengra, sko. Og komið með henni cutbackinn út í teiginn því að Ebba beið svolítið bara eftir boltanum þar. En flott, við erum að ógna strax og það eru 4 mínútur búnar og það er jákvætt. Það fyrir tilbaka á Lilju, Lilja mun síðan lyfta þessu hérna inn á teiginn. Þar er Sigrún, skallar hann inn á svæðið, Ebba í baráttunni. Þannig að koma þessu frá ekki langt, Dagbjört í skotið en það er yfir markið. Já, þetta lofa góðu. Já, klálega. Það er gaman að fá hérna Dagbjörtu heim. Hún er rosalega kraftmikill leikmaður og tekur rosalega mikið til sín í leiknum og það er bara, við erum mjög heppin að skólinn hennar eins og maður segir, út af núna erum við með leikmann sem ekki einu sinni komin heim. Já. Og Marey, skólinn hennar er búinn, þannig að það er nú bara jákvætt fyrir okkur að hérna við höfum tök á því að fá hana heim, sko. Já, nú er ég ekki að fá endursýningarnar til að virka hérna, ég biðst afsökunar á því. Sjáum hvort að við getum eitthvað fundið út úr því. Þannig að hann reynir Tindastóll að sækja fram hér. Já, við erum bara að býta í það súra epli. Hér kemur sendingin upp í vinstra horni og það er Rangstaða. Já. Gefa sér góðan tíma. Það var örugglega rétt. Gerist ekki neitt hjá mér hérna. Jájá, við erum bara þá að finna eitthvað út úr því. Sennilega bíða fram í hálfleik. Þannig að kemur Alexa með sendinguna upp í vinstra horni aðeins og utarlega. Hún hefur komið mjög vel inn í skagalið. Klárlega. Skemmtilegu leikmaður. Hún er svona miðað við það sem maður heyrir af hérna æfingum og hún getur bara spilað nánast alls staðar nema fyrir utan marki kannski. Já. Þannig hún gæti bara í rauninni leyst alla stöður og það er frábært. Og hún skilur þessari 10 stöðu mjög vel frá sér og við tölum það á móti KR, það er svona minnistætt þar að við vorum alltaf að tala það og ég sérstaklega að Ebbu vantaði þennan hlaupagikk fyrir neðan sig. Og hún fær það klárlega úr henni sem er pínu svona, lætur svolítið pæla í sér. Það skiptir máli því að Ebba er góð inn í boxi en hún þarf líka að fá speysið.
Herðu, það var svona, úrslitin eru þau sömu, það er búið að breytast aðeins tölur og staðfest úrslit úr lengjudeildinni er að Haukar vinna Selfoss 3-1 og Grótta vann KR 2-0. Já. Það er stuð í Vesturbænum. Já, það er bara, þessi deild er ótrúlega spennandi. Já, kemur sendingin upp í hornið, Ebba þarf að bíða aðeins, Dagbjört og Alexa skila sér núna, Ebba komin inn á teginn, fer á vinstri, fer síðan í skotið síðan, en Ef við náum að halda þeim þarna þá er það mjög gott fyrir okkur líka bara upp á sjálfstressið að halda honum á þeirra vallarhelming. Vilja reynsar þetta frá sendingin inn fyrir Dagbjört að sleppa hér í gegn, fer í skotið og það er varið. Vel varið hjá honum. Já, en virkilega, ég meina þetta var nú bara leið eitt, tiltölulega einfalt. Þetta var bara flott sókn, mjög góð sókn. Virðist vera að framherjar Skagaliðsins hafi svolítið hraða á vörnina, sýnist mér svona við fyrstu sýn. Já. Og það er bara mikilvægt að við nýtum það að við reynum svolítið að koma með boltan inn í svæðið, þurfum ekki alltaf að vera að finna hann í lappir og það hjálpa okkur svolítið að sprengja upp leikinn því þá þurfum þær að fara að elta og það er gott fyrir okkur. Við sjáum það líka í þessum leika, í síðustu 2 leikjum, þá hefur Mati og Bella verið svolítið báðar í hlutverki sexunar. Núna eru þeir að ýta Mati ofar og leyfa í rauninni henni að vara hans með Alexu í 10-unni og skilja í rauninni Bellu eftir í eina sexu og það er í rauninni eina sem að þarf að gera, sérstaklega á móti liði sem ætlar ekki að pressa okkur, sko. Þá höfum við meira frjálsræði og fleiri menn ofar á vellinum í staðan fyrir að geyma þær 2. Einmitt. Í sama svæði í rauninni, með kannski einn mann á sér. Þetta leikkerfi býður svolítið upp á þennan sveigjanleika. Já, það gerir það, en þetta getur verið trikki, sko, ef þú ert ekki búin að æfa þetta. Já. Þú þarft að æfa þetta, nú sjáum við að þær halda svona 50-50 og núna er Mati að leita ofar og Bella býður þá. Þá gerist möguleikin á það að Vala kemst ofar og Sigrún getur köttað inn, en ef að Bella myndi ekki býða, þá erum við svo ekki nógu öruggar varnarlega, þannig að þær eru að gera þetta vel, þær eru greinilega vel drillaðar í þessu. Já. Kemur sendingin fram á við, Harpa nær að halda það sinna, já, gerir það. Og boltinn hefur fram hérna frá Agnesi. Alexa vinnur hann, finnur Sigrúnu. Og Sigrún vinnur innkast. Svo býður maður auðvitað bara svolítið spenntur eftir því í rauninni hvað mun gerast, hvernig mun liði breytast. Ég hef sagt þetta áður hérna, hvernig mun Skagaliði breytast þegar að Ali kemur inn. Þú veist, það verður mjög áhugavert að sjá hvaða tilfærslur verða, þú veist. Einmitt. Líka bara það er komin samkeppni og það er bara hollt fyrir alla. Við sjáum það að við erum með leikmenn sem að byrja núna flesta leiki, bæði Elvira og við erum með Kæju á bekk. Anna Þóra er ekki í hóp, hún er meidd, þannig að við erum með kannski 200-250 leiki sem eru ekki að ná inn í byrjunlið og það er bara hollt fyrir alla. Það er ekki verið að gera neinum slæmt fyrir það. Þetta er bara samkeppni og samkeppni er holl og þá leggja allir bara meira á sig og það er líka jákvætt. Klart mál. Næna miðina Alexa tilbaka á Selmu, hún út á Mattisson finnur Dagbjörtu ágætlega spilað hérna á Skagaliðinu, frábær sending síðan upp í hornið, Alexa Ebba tekur hlaup á nær, Alexa fer á hægri og í skotið en Lea
verið þetta aftur og enn og aftur náum við ekki að sýna þetta aftur. Ég er frekar Frábær sókn. fúll með það. Já, þetta var skemmtileg sókn, bara eins og við köllum þetta tiki-taka spil. Já, bara þetta- 1-2 og langa bolt upp. Þetta er akkurat það sem mér hefur fundist ég sjá og sko það sem að virka best fyrir Skagaliði þegar þær ná akkurat að gera þetta, vegna þess að þetta býr alveg í þessu lið. Eða bara klárlega, en það sem að við höfum verið bara pínu svolítið í ströggli er að við erum ekki að ná að tengja sendingarnar 1, 2, 3 og svo kemur langur, við erum stundum að fara bara í langa boltar í fyrsta og þá lendum við í ströggli því að liðið er ekki tilbúið að taka mótunum. Vala með sendingunni yfir á Góður bolti. Slegið frá Dagbjörn, leggur nút á Alexa í skotið og enn er það varið og smá miskilningur þarna á milli. Hver á þennan, er þetta ekki? Já, Thea Lundmark sem að Já, hún kemur til liðsins bara núna í lengju mjólkabikarnum, fyrstu leikirnum sem hún spilar. Það er náttúrulega það er ekki búið að vera hérna einfalt undirbúningstímabili hjá þeim. Hann hætti hann Donni með þær sem er búin að vera með það mjög lengi og hélt bara og það þekki ég Donna mjög vel og hef unnið mikið með honum. Hann bara hélt svolítið þessu fótboltasamfélagi gangandi þarna fyrir norðan og á bara allt hrós skilið fyrir hvernig hann hefur verið síðustu ár með þetta lið. Það getur oft verið einmitt viðkvæmt einmitt þegar að það getur verið það nefnilega. Tímabili líkur af því að það er mjög áhugavert að horfa bæði á svona þessi landsbyggðarlið sem að hafa verið og jafnvel bara staðið sér vel í efstu deild, bæði Tindastóll og Selfoss. Já, klárlega. Hvað þau hafa fallið í rauninni hratt. Bara á lítilli breytingu og svo gerist það að þær fá þjálfara sem að held ég hafi verið frá Færum og það einhvern veginn virkaði ekki, þannig að við erum í rauninni komið sko annan mann inn á síðustu 6 mánuðum, þannig að það hefur greinilega verið mikil rótering á þeim. Já. Og það er vonandi að þær séu svolítið að finna dampinn núna því það er gaman að hafa Tindastól í baráttunni sama hvort það sé í lengjunni eða bestdeildinni. Baka á Torst síðan yfir á Kristu, baka á Emilíu, Agnes fær hann aftur hérna, sendingin inn á miðjunni, Alexa vinnur hann þar, kraftur í henni, Sigrún síðan með sendingun inn fyrir, en Ebba var ekki klár í hlaupið í rauninni og spila stólarnir út hér. Við erum ekkert að fara fram úr okkur þótt að við höfum svolítið verið með boltan svona fyrstu 10 mínúturnar. Við erum samt þolinmóðir í varnarfærslunum og Tímvörð það er vel, já ég sammála því. Krista skallar hann út á Agnesi, Sigrún vinnur hann þar eða hvað? Nei, Agnes gerir vel. Tilbaka á Sunneva síðan með skiptinguna, Selma les þetta vel. Ebba í pressunni, Alexa líka. Alexa vinnur boltan, kemur honum inn fyrir. Ebba að sleppa í gegn hér. Sendingin ger blinda sendingu hérna inn á Dagbjörn. Dagbjörn fer með hann á hægri. Dagbjörn í skotið, en það er framhjá. Frábær sókn. Við erum örugglega búin að eiga fleiri marktækifæri bara núna fyrstu 16 mínúturnar en í hinum 3 leikjunum til samansaldi sem er frábært og jákvæmt. Herðu, við erum búin að finna út úr þessu með endursýningunnar, þannig að héðan í frá munum við geta sýnt svona aftur það sem að hefur verið að vanta upp á hjá okkur, sem er mjög jákvæmt. Já, það er það. Kemur hérna einsmanns pressa frá Torst. Frábær sending og hlaupi gott frá Alexu en vá, hraðinn á
vörninni þarna. Alexa heldur boltanum þó, fer á vinstri, setur hann fyrir, skalla frá. Alexa fær hann til sín aftur. Og Alexa síðan með sendingu. Hún var fljót maður. Já. Caitlin. Já, var þetta ekki hún? Jú, Caitlin Eva John. Já. Boltinn tilbaka á Mikaelu. Út á Selmu. Selma tilbaka á Lilju, sendingi frá henni, ónákvæm en Krista hirðir hann. Sunneva missir hann frá sér, Mattisson. Á Bellu. Bellu á Ebbu, Ebba síðan tilbaka á Sigrúnu, þetta er þröngt hana þarna en hún gerir þetta vel. Sigrún síðan upp í hornið á Dagbjörtu. Tvær gular komnar í teginn, þriðja er að koma núna. Sendingin tilbaka, Mattisson á Bellu. Sendingin inn á teginn, beint á mótherja. Ekki nógu vel unnið úr þessari stöðu, finnst mér. Nei, alls ekki. Ég ætlaði að fara að segja hérna á hann en ég beið smá með það. Mér finnst þessu rólegur á boltanum og það er eitthvað sem er mjög jákvætt. En við erum kannski aðeins rólegar. Þegar við þurfum kannski pínu tempo í okkur, þá hægjum við aðeins svo mikið á okkur því að það er alveg þannig. Við þurfum að vera rólegar á fyrsta og öðrum þriðjungi en leið við komum inn á þriðja þriðjung þá þurfum við að gera þetta hratt svo við höfum tök á því að sprengja andstæðingin upp með hlaupum og öðru. Við getum ekki verið að dútla með boltan þegar við erum komin svona hátt upp á völlin. Þarna var akkurat það sem ég var að bíða eftir var einmitt fastu bolti inn að markinu, hvort sem er fyrirgjöf eða ásku eða skot frá Dagbjörtu. Þar sem þú ert með Skagakonur inn í teignum, akkurat. En þá er það gestirnir sem koma hér, sendingin inn fyrir en passar ekki við hlaupið. Mattisson. Tilbaka á Þorbjörgu. Vala á Bellu. Frábærlega spila, Vala heldur hlaupinu áfram hérna. Vala hefur nú löngum þótt hálf þyngdarlaus. Þannig að hún er fínt að hafa hana einmitt akkurat hérna á kantinu þar sem Sigrún er náttúrulega miðjumaður á upplagi. Þegar eins og þú nefndir á hana, þegar Vala kemur upp að Sigrún býr til, þá ertu orðin eiginlega með Völu sem er ágæðan væng bakvörð. Já, og þú ert að reyna að tvöfalda inn á miðunni, þannig að það er lendi í vesinni og í rauninni svona overlóta inn á miðsvæðinu. Þannig að og það gefur okkur hellings því að Vala er miklu meiri kantmaður heldur en Sigrún, sko. Kemur sendingin inn á teginn, en að hreinsa þetta frá. En styrkleika Sigrúnar sem leikmann nýtast rosalega vel út á kanti. Hún er mjög góðu spyrnumaður, þannig að hún getur komið með fína krossa og hún staðsetur sig vel, skilur leikin vel, þannig að þetta er alveg áhugavert að hafa hana þarna. Mattisson út til vinstri, boltinn síðan inn á teginn, á fjær. Þessi siglir sennilega alla leið í gegn, já, en ágætis bolti, það vantaði bara að skila sér þarna inn. Mínútur liðnar, staðan ennþá óbreytt. Þurfum að fá mark. Já, það væri ekkert verra. Svona. Nei, ég held að það væri mjög mikilvægt fyrir okkur að koma með mark bara sem fyrst. Þrátt fyrir að Skagaliðið hafa nú verið svona sterkari aðilinn í leiknum hingað til, að þá hann svo sem ekki skapað mikið af dauðafærum, en þó þegar hann er búinn að þurfa að verja nokkur sinnum. Já, hún er alveg búinn að þurfa að standa sína plikt, sko. Og þannig að gest inn í boltan. Og svo er þetta oft líka bara, þetta er svona, maður þarf að koma boltanum inn og þá er maður einhvern veginn búinn að opna fyrir þetta allt saman og þannig að það þarf bara einhvern veginn að koma með þetta fyrsta mark. Þá opnast oft flóðgátturnar. Já.
vorum einmitt að rifja upp þennan leik frá 2018, 4-0, síðan var annar leikur 2017 sem við vorum einmitt að ræða líka, sem var einmitt í, já gott eða var ekki bara í fyrstu umferð Inkasso-deildarinnar sem hún hét þá líka, þar sem það spiluðu einmitt hér í höllinni. Þá var nú svo sem Skagalið ekki byrjað að spila hérna í höllinni nema einmitt svona fyrst á vorin. Já, það er ekki fyrir en bara þegar það fara niður í aðra deild þar sem við tökum ákvörðun það. Að spila inni. Að spila inni. En sá leikur fór 6-0 og hér kemur boltinn inn að markinu á Völu. Þetta er óvinnalega. Við erum að reyna og við skorum ekki nema að reyna. Og það er nefnilega, þarf að fara svolítið langt aftur til þess að finna sko heimasigur á Tindastóli. Það er einmitt, hvenær er þetta? Það er 2017, það er þessi 6-0 leikur. Við höfum ekki unnið Tindastóla heima allir síðan. Þar vinnum við þær 4 sinnum í röð og svo vinnur Tindastóli, og svo er þetta svona hingað og þangað. Já, einmitt. Þessi leikur var nú spilaður heima. Já, þessi hér. Já, ég man eftir þessum leik. Það var eitthvað vont viður eða eitthvað. Þetta er svona, það er alltaf gaman að skoða söguna, finnst mér allavega. Já, það segir ekki allt, en það segir samt ótrúlega margt. Og þessi lið hafa ást við 10 sinnum og unni 5 hvort, þannig að já, akkurat. Þessi leikur er svolítið að skera úr hérna, mótréttin. Það væri náttúrulega alveg típist að fengja þá í jafnteflinu. Já, einmitt til þess að alveg svoleiðis, Geiri neglaði þetta. Einmitt. Vega skallar þetta út af Amparo Delgado Vega. Nýkominn til liðs við Tindastól. Búinn að spila 2 leiki nú þegar í lengjudeildinni. Frábærlega að spila hér. Alexa, það er svo mikið spil í kringum hann líka þegar hún er í boltanum. Vala komin upp að endamörkum. Setur hann fyrir markið, það ná að reynsa þetta frá ekki langt saman, boltinn út á Alexu. Alexa nær ekki að spóla sig hérna í færi. Mattisson á Völu. Skynsamlega gert. Boltinn er á Lilju Björg. Selma tekur hlaup upp í hornið en sendingin of framalega. Aðeins svo langt. Þær eru mjög þéttar fyrir og standa alveg sína plikt í vörninni og verjast vel, eru margar á sama svæði og ætla bara svo sannarlega ekki að fá mark á sig. Klálega hérna Dagbjörn komið með boltan, reynir að finna Ebbu, gengur ekki, svolítið svona. Svo megum við ekki verða óþolum á því þá getur þetta orðið eins og vorum að tala á hana, að þá förum við einhvern veginn bara í þessa langa bolta í fyrstu snertingu og allar sendingar verða úrslittasendingar. Já, og enginn er tilbúinn og það verða allir pirraðir og þannig að við þurfum svolítið að róa okkur í spilinu og þetta kemur bara. Gleymum því ekki að við erum náttúrulega með sterka leikmenn á bekknum. Eins og þú nefndir, það eru nú nokkuð margir leikir. Erla Karitas Jóhannesdóttir, ég meina þegar þú situr, þú veist, búin að vera í byrjunliðinu og jafnvel í mörg ár, þú veist, þú hlýtur að þurfa að sitja á bekknum núna bara, þú veist, ekki bara þjálfarinn í hálfviti, heldur þú veist, ég verð að taka sénsinn minn þegar ég fæ aftur hérna og sína að ég á ekki heima á bekknum. 100% og maður hefur alveg sagt það oft líka að það er svo auðvelt þegar maður er ekki að vinna að skipta út sóknarmönnum og út af það er auðveldasta leiðin til þess að fá inn eitthvað nýtt og Dagbjörn, það var bara að prófa í síðasta leik og Dagbjörn bara átti klárlega skilið að byrja aftur núna, þannig að hann Skarpi hefur bara haldið í þetta byrjunlið sem hann startaði með á móti KR og Kaja þarf bara að gera það sem hún gerir best, er að koma hérna inn á og bara sína sitt rétta andlit og það á enginn fast sæti, það er ekki þar með að setja Dagbjörn í fast sæti í næsta liði eða Sigrún eða Ebba eða hver það er, skilur, þannig að þær þurfa bara að nýta tækifæri þegar það er að fá tækifærið og ég þekki Skarpa rétt og hann mun alltaf
gefa þeim mínútur, það bara spurning hvernig leikurinn þróast og hvernig það verður sko. Klálega, kemur síðan Dagbjörn hér með sendinguna inn að markinu en það vantar einhvern veginn bara svona heslumunina að þessar sendingar inn á tegin tengi. Svo erum við þetta með Natu í Steinunni hérna efnilegu á bekknum og Aþenu Líf, það er mörk í þessum stelpum einmitt líka. Og ég meina við sjáum bara hérna fyrir neðan okkur sitja nokkra sem eiga að vera í hóp, þannig að það er samkeppni og það er frábært og það er nýtt hér á Akranesi, getur sagt, að maður bara ekki með sjálfvalið 18 manna lið. Nei, einmitt. Og við hrósum því. Agnes vinnur boltan af Völu en Vala pressar á hana og vinnur innkast. Alexa tilbaka á Völu. Vala með rangstöðu þarna, já. Ekki rétt ákvörðun þarna hjá Völu. Mikki er farin að skokka, henni er ekki heitt. Verður bara kalt á að standa svona og hún er ekki búin að snerta boltan. Það er kannski eini gallið við að vera hérna inni er að þegar það er gott veður og þá er eiginlega algjör synd að vera að koma eitthvað inn í skjólið. Hárrétt. Og sko svo eins og ég segi, maður sér þetta líka á þegar að það er svo spila á útivöllum utanhús í aðstæðum sem að er einmitt svona alveg gjörólíkar því sem við erum með hér. Við erum að tala um rok og rigningu. Já. Þú veist, þá einhvern veginn, það vinnur svo mikið á mótiliðinu. Já, bara, ég meina, ég var bara með 5. flokk á Hellu á laugardaginn og það var eins að segja við mig, allt það svo mikið rók, það var varla vindur, en það eru bara ekki vanar að vera neins staðar annar staðar en bara inni, sko. Nei, einmitt. Ég er búinn að lauma þeirri hugmynd út í kosmosina að fá svona vindvél, svona Eurovision greit vindvél. Sem væri hægt að færa í jafnvel, þú getur með hliðavind, mótor. Það væri tilvalið, það væri góð hugmynd. Já, ég minna að það verður að gera eitthvað. Já. Í þessu höll er frábær. Já, hún er það. Hún á marga kosti. En vissulega það sem að myndir náttúrulega gjörbylta aðstöðunni fyrir knattspyrnufélagi hér er auðvitað að fá líka gervigrasvöll eða velli utanhús. Já, við bara... Sem er bara orðið eiginlega löngu tímabært. Já, við sjáum það alveg að við því að nú er ég starfsmaður félagsins hérna. Kemur sendingin inn fyrir Dagbjörn, nær hún að koma sér í skotfæri, þetta er svolítið þröngt, leggur hann út í tegin, hittir ekki boltan, var með hann á vinstri, já. Þetta var svo. Já, algjörlega og þarna, mér finnst þetta svona borðleggjandi, svona vanda pínu upp á sjálfstraust. Já. Klálega, hún hefði bara fyrir nokkrum árum síðan eða nokkrum mánuðum síðan sett hann hana. Smelt hann bara í fyrsta bara í fjær, sko. En já, það er hérna, hefur nú verið bent á það að síðan að þessi höll hér var byggð árið, en ætla ekki verið tekin í notkun 2005, þá hefur sko iðkendafjöldi í knattspyrnu á Akranesi meir en tvöfaldast. Þannig að eins mikil bylting og þetta var á sín tíma. Að þá erum við kannski jafnvel með meistaraflokkslið hérna sem að fá hálfan völl á einhverjar með æfingum, skilur við. Einmitt, og við erum með mjög fjölmenna hópa sem eru að æfa á hálfum velli sem er líka ótrúlega flóki, bara varðandi þjálfun og gæði þjálfunar og einstaklingsþjálfun og annað, sko. Þannig að við hvetjum bara nýju bæjarstjórnina að skoða þetta því að þetta er bara klárlega eitthvað sem við þurfum að gera því við erum komið með aðstöðu bara í heimsklassa. Já. Og það væri geggja að geta verið með almennilegan gervigrasvöll hérna út á aðalvelli og fengið fullt af fólki á völlinn og hérna. Það er þessi fíni gervigrasvöllur eins og á Sauðárkróki til dæmis. Já, hann er mjög flottur og bara aðstæðan þar mjög fín. Á Ebba nær að snúa. Þarna er Ebba sterkan missir sendinguna þarna. Við sjáum það með einu touchi sem hún fer með boltan úr svæðinu inn í annað svæði og hún er búin að losa af sér 6 eða 5, þar stóðu 5 í kringum hana og þetta gerir svo mikið, hún þarf bara að vera aðeins sneggri að hugsa. Já, Dagbjörn. Mattisson gerði þetta frábælega þarna, Alexa, nei, það er engin rangstaða þarna,
Það fannst mér nú Agnes spila hana rétt staða. Það var hún sem baði um rangstöðuna en við okkur fyrir að vanda markina leik. Ég held að það sé bara óætt að segja það. Skarpi sammála því að varamenn eru farnir að hita. Já. Lilja á Bellu. Hún tilbaka á Þorbjörgu. Hún byrja bara á byrjunarreit hér. Mikki á Lilju. Selma. Mattisson kemur fær hann hérna. Sjá svæði sem að Vala fær. Við sjáum hann reyndar ekki mynd en Nei, einmitt. En risa svæði. Ebba reynir að finna völuðið mitt. Agnes missir boltan undir sig. Vala í pressunni, gerir þetta vel. Og Alexa, engin aukaspyrna dæmt þarna. Þar voru hann eitthvað að kvarta þarna gestirnir en þetta slapp til allavega. Ebba aftur á völu og Vala með fyrirgjöfina í varnamann væntanlega og hotspyrna. Er þetta fyrsta hotspyrnan? Þetta er fyrsta hotspyrna leiksins. Leikurinn er búin að gerast rosalega mikið hérna bara fyrir fram á vítateigs. Tindastól. Það er Lilja Björg Ólafsdóttir sem að gerir sér ferðina út í hotn. Fáum við skallamark. Er það mákonaðinn sem að kemur til að skallakona sjálf? Já, nei, ég veit það ekki. Hún væri nú ánægð. Kemur Lilja með boltan inn að markinu. Þetta er skalla frá. Alexa tekur frákastið. Finnur Lilju aftur. Lilja sterk hana. Það máttu bara skjóta stelpa. Byttu boltinn inn á Dagbjörtu sem að var í rangstöðu væntanlega þegar að boltinn kemur. Þegar að Lilja skýtur. Það lítur eiginlega að vera það var áhugavert að sjá tölfræðina með rangstæður hérna í þessum leik. Já, sjáum. Já, sko, ég er samt ekki alveg viss. Það virkar, en hérna. Ég trúi allavega ekki að allar þessar rangstöður sem er búið að dæma hérna sem eru örugglega svona 7-8 talsins, séu allar réttar. Ég er þó ekki með dómarapróf. Sendingin inn á fjær. Ebba með skotið og enn verð Thea. Allt sem að hefur farið á ramman, þar er hún mætt. Ebba nær honum aftur, setur hann inn á teig og Thea lendir sér í samstöðu við Alexu hérna. Og erum að sjá þetta aftur, held ég. En Thea er búin að eiga bara stórleik hérna. Sjáum þetta. Lokar vel á nær hornið. Og það gefur svo mikið fyrir svona lið að vera með sterkara markmann. Það er bara... Já, bolti í andlit hér, þá þarf að stöðva leikinn. Aldrei þægilegt. Nei, þetta er svona 80% óþægilegt. Hún markar þetta sér. Já, það er vonandi, hún hafa bara ekki fengið. Hún virkaði nú eins og hún hefði fengið hann bara beint á nefbrotinn hann það. Ákveðin hönnunargalli að vera með þetta. Já, einmitt. Lína stykki þarna í andlinu á sér. Já, það er fín mæting. Já, klárlega. Annan í Hvítasunnu. Já, nákvæmlega. Fólk kemur beint úr fríi. Stílar inn á þetta. Það er bara gott. Já. En staðan er ennþá 0-0, 10 mínútur rétt það bil eftir af fyrri hálfleik og en við munum eftir því að með sigri í þessum leik og ég tala ekki stórum sigri þá getum við komist ennþá í 4. sætið. Já, það er svoleiðis. Þá getum við jafnað Völsung að stigum en þær eru með 4 mörkum betri markatölu núna þannig að það þarf að vera alltaf stór sigur til þess að, og eins og staðan er núna, þá er lítið sem bendir til akkurat þess. En klárlega, möguleiki, en þannig að það er stutt upp töfluna, þó við sitjum í næsta sæti núna. Það er svo, hérna... En, sko, og það náttúrulega má þá heldur ekki gleyma því að
en sko Tindastóll nær ekki að komast úr bottsætin með þó að þrátt fyrir að þær myndu ná sigri hér í dag. Nei. Sem áhugavert. Já, en við eigum síðan næstu 2 leiki. Við erum að fara til Keflavíkur í næstu viku. Já. Og síðan norður. Helgin eftir það að spila Völsungur. Já, þannig að við eigum alveg að geta beðið 9 stig úr þessum 3 leikjum, þessum hérna á hinum 2. Já, og þá bara staðan gjör breytt. Já, þá bara frábær sending frá Völu. Ebba nær að snúa, fer á vinstri en góð vörn þarna. Og Bella, fín pressa í henni. Dagbjörn er hann að finna skoti. Finnur Ebbu inn á teignum, hún fer í skotið og Tefir eina ferðin enn. Já, þetta var virkilega góð sókn þarna og okkur vantar leikmenn á fjær. Hvar eru leikmennir okkar að fylla inn í boxið? Þetta er virkilega vel gert. Ebba tekur hárrétt hlaup, Alexa er líka rétt staðsett, en hvar eru við með leikmennin okkar á þessu svæði? Já, kemur sko einmitt kantmaðurinn Sigrún er hérna fyrir utan teig. Er það Vala sem á að fylgja alla leið eða er það Sigrún sem á að taka þessi hlaup? Það er áhugaverð pæling. Veit ekki hvort það sé bara ekki alveg vitað. Kemur Vala með sendinguna yfir á fjær. Dagbjörn kemst hún í þennan, já hún gerir það. Þetta er svona aðeins farið að þyngjast. Já, það er bara spurningum hvenær. Já, Alexa finnur ekki plássið sem hún þarf. Fín pressa á Mattisson, Selma síðan kemur hérna út. Hrafney gerir þetta vel hérna. En Skagaliðið búið að vinna boltan á ný. Já, í sammála Skarpa, tempo. Við erum að keyra á þar og þá þurfum við að halda áfram tempóinu sem við erum búin að vera að setja þar. Þá megum við ekki róa spilið og fá þær ofar á völlum. Við erum að halda þeim þar sem þær eru búin að vera. En einn frábær sendingin frá Lilju hérna á Dagbjörtu. Dagbjörn komin upp að endamörkum, sendingin inn að markinu en hún kom sér í eiginlega full þrönga stöðu þarna. Spurning hvort henni átt að freista þess að snúa og koma út á hægri fótinn og jafnvel fá stuðning frá Selmu. Alexa nær ekki þessum. Alexa vinnur hann en missir hann svo frá sér. Sunneva spilar yfir á Vega. Sendingin frá henni, beint á kollin á Selmu. Bella, Dagbjörn. Já. Þorbjörg. Út á Völu. Vala finnur Sigrúnum nánast. Agnes gerir vel. Vala búin að vinna boltan aftur. Sigrún. Tilbaka á Alexu. Alexa síðan reynir sendinguna hérna inn á Völu. Gengur ekki. Hrafney tekur hann niður. Tilbaka á Vega. Kemur síðan langur bolti hérna fram. Sigrún gerir þetta vel, sterk hérna, setur hann upp í svæðið. Vala María, frábærlega gert hjá Völu. Sendingin inn á teiginn, endur á fyrsta varnarmanni. Frábærlega gert hjá Alexu hérna, sem er komin upp að endamörkum. Hvað nær hann að gera hér? Leggur hann út og hér er galopið færi. Dagbjörn og boltinn ennþá laus hér og það er Alexa sem skorar á endanum. Það gat ekki verið. Það er ekki að grínast. Við verðum að fá að sjá þetta aftur. Ari Ansir hættur Alexa Maletis að skora hér á 41. mínútu. Og ég held að, já, það veitir ekkert að því að sjá hérna, sér kemur Alexa. Hún hefur allt og mikinn tíma hérna og Dagbjörn. Vega er nær að loka á hana. Og Alexa síðan nær að klára þetta og Thea kemur ekki vörnum við að þessu sinni. Nei. Og þetta var, eins og ég segi, mér fannst þetta vera alltaf að liggja meir og meir í loftinu. Já, það er bara spurning hvenær það var. Og enn er það Alexa sem er að koma boltanum yfir línuna fyrir okkur. Þetta er svo mikilvægt mark, Öddi, að bara á 41. mínútu að koma inn í hálfleikinn vonandi með stöðuna 1-0, jafnvel 2-0. Þetta gefur liðinu heilan helling, sko.
Nú þurfum við að halda kraftinum áfram, við mögum ekki hægja á okkur núna. Já, nú er bara að láta kné fylgja kviði eins og Bjarni Fel hefði sagt á sínum tíma. Akkurat. En mér langar líka fyrst við erum hérna, mér langar að minna á, það er styrktarleikur að fara fram í kvöld. Breiðablik FH í bestild kvennast til styrktarinnar Bryndísarklöru. Já. Það er bleikur leikur eins og maður segir. Þannig að blikarnir eru með alls konar eitthvað skemmtilegt í gangi og Já, bara frábært. endilega bara leið og þessi leikur er búinn, já, bara smetla sér í kópavóin. Já, smetla sér í kópavóin og eða taka hann í TV. Já, frábært. Gott málefni þar. En okkur er pínu létt, í mér allavega já, pínu létt að fá þetta sammálaður. mark. Af því að svona, og ég hugsaði einmitt að fyrir skalið það hljóta geta andað öllítið réttar núna. Já, klálega. Og líka bara það þarf svo lítið til í svona leikjum þegar maður er búinn að sækja og sækja og sækja. Hér er bara pressan að skila sér og Alex aftur að skora! Einmitt. Vandræði í útspilinu og já, hún bara getur ekki hægt að skora. Alexa Maletis. Tveggja mínútna millibili. Frábært. Eins og ég segi, þetta er bara spurning um hvernig þetta opnast, sko. En ég var að fara að segja að það þarf svo lítið til í svona leikjum að vera bara sækja. Svo kemur ein sókn á andstæðinginn og það kemur mark. Sjáum þetta, Mattisson bara með fína pressu og já, bara á eftirleikurinn auðveldur fyrir mjög vel gert. Fyrir Alexu og já, staðan er bara núna gjörbreytt frá því við sögðum áðan að við vorum einhvern veginn að hafa tilfinningunni að við myndum ekki ná Völsungi, en núna er einhvern veginn aðeins annar hljóð í skrokknum eins og þetta. Núna virðist það að vera bara raunhæfur möguleiki. Og nú er bara, þetta er komið, boltinn einhvern veginn farin að rúlla og núna vil ég bara fá sjálfstraust í liðið og ég vil bara að við nýtum þessi tækifæri til þess að bara opna svolítið á sjálfstraustið í sumar og bara skora. Já. Biður ekki meira en það. Nákvæmlega. En við höfum svo sem rætt það áður að það væri ekki verra að fá fleiri markaskora. Fleiri nöfn á listan. Það hefur nú alveg verið svoleiðis meistaraflokks kvenna megin sérstaklega að hefur mismunandi markaskorar að vera að skora í sem stóru leikjum. Já, en akkurat núna í lengjudeildinni alveg snemma í tímabilinu við viljum fá fleiri á blað. Við erum bara komið 2. Já. Við erum bara komið með Alexu og Ebbu. Það er rétt. Það er ekki rétt sem er. Ég held að hver skoraði á móti HK? Var marka móti HK? Það var ekki 3-1. Fór 3-1. Það er sem ég minni það. Við þurfum bara að tekka á því. Alexa er að nálgast hér. Veit að teginn og skotið rétt framjá. Bara... Voru að fá snægstu, fljótustu þrennu. Það hefði bara mögulega geta verið það. En sjáum aftur hérna. Þetta er bara tiltölulega þægilegt hjá henni. En skotið rétt fram í stönginni. Þegar hefði ekki átt neitt möguleika í þennan bolta. En ég meina þetta breytir töluvert miklu fyrir ég meina Tindastóls-liðið. Ég meina hvað leggurðu, þú lagðir upp væntanlega planið að, þú veist, halda núllinu eins lengi og þú gast sækja hratt. Já. Nú er það í rauninni, þú veist, er Tindastóll að fara, já, sér kemur Alexa einaferðin en er hún að fara að ná þrennunni hérna. Hún er bara að því hér. Já. Þvílíkar mínútur hér hjá Alexu Maletis. Hún er komið 5 mörk í 3 leikjum. Já. Gól. Þriðja mark og skakverðarinn og þriðja mark sitt í leikjum. Númer 19. Já, ég held að við þurfum að fara í sögubækurnar talandi um það. Enn og aftur erum við í smá basli hérna með þetta. Já, og þá er bara að flauta til hálfleiks. Sjáum aftur þetta þriðja mark hér.
sleppur bara og það verðist ekki skipta neinu máli fyrir hana hvort hún notar hægri eða vinstri. Hún er ekkert eðlilega skemmtilegu leikmaður og hún, sagan hennar er svo geggjuð, af hverju hún er hér og hérna, Einmitt. mér finnst það bara frábært. Já, þessi mörk eru svo nýkomin, ég held að við rifjum upp bara þeirra rétt áður en við Já, komum með ég held síðara það er allir ennþá Ég feskir. held að við þurfum að fara að anda aðeins hérna, en 3 mörk frá Alexu Malettis hérna, 41, 43 og 45. Við ætlum að draga okkur í hlé hérna og fá okkur eitthvað hressandi og komum aftur með síðara hálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, komið sæl aftur hér í Akranes höllina, Örn Arnarsson og Aldís Silva Heimisdóttir heils ykkur á ný. Við ætlum að rifja upp mörkin 3 hjá Alexu hérna fyrst á 41. mínútu þar sem að hún í rauninni bjó til færið en það gekk ekki að koma boltanum í neti fyrir að hún kom og sett hann yfir Theo í markinu. Síðan á 43. mínútu Madison Brook Schwarzenberger sem að pressar vel og Alexa sér rest og síðan að lokum sending hérna beint í gegn frá Selmu sýndist mér og klárar þetta virkilega vel. Bara, það var einhvern veginn eins og bara við þetta fyrsta mark að það bara einhvern veginn hrundi leikur Tindastóls. Já, þetta er bara, þetta er svo típist einhvern veginn. Þetta er bara lið sem er búið að liggja og bíða einhvern veginn. Ég ætla ekki að segja bíða eftir að fá mark á sig en bara þær voru það neðarlega sérstaklega fyrstu 10 til 15 mínúturnar að þær komist einhvern veginn aldrei í gang í spilinu á vallarhelmingi Skagans en okkur tókst langan tíma að brjóta þær en við endum á því og uppskárum 3 mörk í kjölfarið. Sýnist þeirra skipting í vændum hjá Tindastóli. Spurning hvort við getum fengið mynd nær henni sem er að koma hérna inn á. Við erum nú að komast að í hver fór að velli einnig. Það er augljóst mál að það er ein skipting. Sýndist þetta að vera leikmann nummer 7 Karen Sif Halldórsdóttir en það er ekki. Við þurfum í rauninni bara að vera haug frá hérna. En óbreytt lið hjá IA hins vegar. Það sem að Mikaela Íster er í markinu. Selma Dögg og Vala María í bakvarðarstöðunum, Þorbjörg og Lilja Björg í miðvarðarstöðunum, 602 Madison Schwarzenberger og Isabel Jasmín. Númer 2, Sigríður H. Stefansdóttir var að koma inn á. Yes, það var bara spurning í hvaða stöðu? Mér sýnist hún vera að fara á vinstri kant. Já. Það er þá líklega er hún á að fara af velli. Harpa Sif, getur það ekki passað? Nú 17 við finnum út úr þessu jaft og þétt. Mér sýnist það. Já, það er bara reyn skipting að allavega þangað til að annað er ákveðið og leikmaður númer 2 Sigríður H. Stefansdóttir sem kemur inn á. Nú þurfum við bara að vera svolítið þolinmóðar og ég meina, þú veist, hálfleiksræðurnar hjá þjálfurunum breyttust á þessu síðustu 5 mínútum fyrir áls. Ég vona samt innilega að Skarpi hafi talað svolítið það að þó svo að staðan sé 3-0 og það getur helling gerst, sko. Já, ég myndi að velta verið með hvort að hann hefði geymt eitthvað hluta af ræðunni sem hann ætlaði að vera með í stöðunni 0-0. Já, ég er bara 100%. En eins og ég segi, ef við skorum strax, en ef við skorum strax, að þá setjum við svolítið tónin fyrir seinni hálfleikinn líka og við gætum, þær geta komið alveg bandbrjálaðarinn og jafnvel skorað, maður veit aldrei og eins og við vorum líka að tala að það þarf svo lítið til þegar þú ert búin að vera að sækja í 45 mínútur að það þarf bara eina sókn hjá andstæðingnum til þess að brjóta liðið og mögulega koma á mark því oftast er maður úr stöðu varnarlega. Þannig að það þarf svo lítið til. En ef við erum fyrsta til þess að skora að þá getum við alveg farið upp í 7-8-0. Hér kemur Alexa með hlaup nær boltanum hérna á undan Agnesi en Agnes vinnur boltanum af henni aftur, nei fyrirgefðu, þetta var Katalín og ekki sem að vann af henni boltan. Kemur sendingin fram, Selma Dögg les þetta, Dagbjörn með fína snúning hérna. Sigrún Eva aftur yfir til vinstri, Bella út á Selmu, Alexa aftur út, Dagbjörn síðan fyrir í árásina hér, finnur Alexur ekki eða hvað, jú,
þarf að hafa fyrir því aðeins en Mattisson frábært hlaup hérna hjá Sigrúnu, sendingin góð. Sigrún komin upp á hotfána hérna, þetta nú tímaskekkja. Nei, hún nú ekki að sendingin tilbaka á Völu. Vala inn á teginn, frákasti, Bella tekur það. Sendingin slök. Hefur þennan fót til að senda þessar sendingar. Vala inn á Ebbu. Ebba dæmd rangstæð. Kemur. En nú þú vorum að tala með áðan að við erum einungis búin að fá 2 markaskorara á blað hjá okkur í öllu mótinu og þetta er 3. leikurinn sem er að spila, 4. leikurinn sem er að spila. Ebba skoraði í fyrsta leiknum Móti HK. Móti HK og svo skoraði hún á móti KR og svo er Alexa búin að skora þá 5 mörk. Skoraði sigurmarki á móti FHL. Og svo 1 mark á móti KR. Bella með smá pláss, sendir hann í gegn. Dagbjörn, en Thea kemur núna langt út úr markinu. Það er kannski spurning hvort að það hafi verið skipun úr hálfleiksræðinni hjá þjálfara Tindastóls, honum Juan Carlos, því að þær voru að skalið var að komast oft bara mjög nálægt markinu á mjög auðveldan hátt bara með einni sendingu í gegn. Já, og við sjáum það núna bara fyrstu 5 mínúturnar að þær sita rosalega og eru að passa og ætla greinilega að passa það að þessi hálfsvæði að við séum ekki að fá boltan, dauðan bolta inn í þau svæði. Hotspinna. Eins og staðan er nákvæmlega núna er ÍA-liðið komið að vinna sig upp í 5. sætið upp fyrir Keflavík, upp að hlið Völsungs, en 1 marki viðbót færir okkur upp fyrir Völsung og hér boltinn inn að Thea, það er brotið á henni hér, eða allavega er aukaspinnan dæmd. Bjórum fór hrós frá norðan. Jæja. Já, minn allra besti maður, hann Konráð Freyr, Konni. Já. Hann var að senda okkur hérna shoutout. Já, takk fyrir það, Konni. Það er alltaf gaman að fá. Já, gaman að fólk er að horfa. Já, býðum nú við. Hvað gerðist þarna? Spurning hvort að fer eitthvað spjald á loft hérna. Virðist ekki ætla að vera. Og sjáum hérna, hér er Togar, er þetta ekki Sigrún? Þetta er Alexa. Og svo kemur þetta, virðist vera sparkarna frá henni. Var þetta Agnes Nótt, en það var allt saman bara leyst á staðan. Já, þarf ekkert alltaf að spjalda. Það er bara að leyfa þess að ganga. Það er bara hiti og við viljum hafa smá hita. Já, hann má alveg. Þannig að Skagalið spila hérna sig út. Tindastólsliðið aðeins að færa sig framar, en kannski endist ekki lengi. Selma núna með fínt hlaup hérna upp vinstra megin. Lilja finnur hana, en hún er dæmd rangstæð. Þetta er orðið met í. Já, það er. Þessar spilnaði fyrir Tindastól. Langur og hár bolti beint á kollin á Lilju sem að skattar þetta frá. Vala síðan sending fram á við. Ebba fer í árásina. Og Ebba kraftur í henni hérna. Dagbjörn með henni á teignum. Ebba setur hann fyrir markið, en
Kallinn John hreinsa frá, boltinn endar hjá Ebbu aftur. Ebba leitar að möguleikum. Vala býður sig upp í hornið, kemur fyrir gjöfin Dagbjörn, skallar hann áfram. Alexa nær ekki til boltans en Selma Dögg heyrði frákastið hér. Mér sýnist í að vera að fara að gera skiptingu. Já, er þetta ekki Kaja sem að Jú, mér sýnist Kaja að vera að gera sig klára. Vala María nálgast tegin hérna. Missi boltan frá sér. Skemmtilega gert þarna. Það gerðist eitthvað. Eitthvað högg eða eitthvað svoleiðis. Já, það er höfuðmeiðsli. Þannig að þá er skipting hjá IA. Það er það hver er það sem kemur af velli? Hvað er að gerast? Dómar er þetta grínast, var sagt. Hvað var að ske? Ég bara... það er skipting, já, í gangi eða hvað? Já, já. Hver er það sem kemur af velli? Það er engin að... Alexa. Heiðu skipting hér. Alexa Malettis með 3 mörk á 5 mínútna kafla. Og í hennar stað kemur Erla Karitas Jóhannesdóttir, betur þekkt sem Kaja. Annarkvort fer hún bara á kantinn og Dagbjörn til 10. Já, mér sýnist það. Já. Það væri ótrúlega mikilvægt fyrir Kaju að setja hann bara á næstu 3 mínútum. Já. Bara fyrir sjálfstraustið og bara koma þannig inn í hennar leik. Já. Hún lagði upp sigurmark IA gegn FHL sem að Alexa Malettis skoraði með frábæri sendingu. Þorbjörg á Sigrúnu, Vala María kemur í hlaupu utan á og hér hlýtur að fara spjald á loft eða hvað? Nei. Skipting er, það er líka skipting, en hún kemur ekki núna. Hún er bara að koma inn á held ég. Er þetta ekki hún hérna Sú sem að, jú. sem að slasaðist? Já. Jú, það er rétt hjá þér. Bara Lilja. Sérstakt að hann með ekki hleypinu núna þegar boltinn er úr Mjög leik. skrítið. Mattisson er bara að taka niður og þetta var auðvelt mark. Þetta var skemmtilegt mark. Já. Frábær sókn. Geggjaður bolti á Sigrúnu. Var þetta ekki Sigrún? Þetta var Lilja. Það var það Lilja. Það stóðu þarna báðar. Og 4. mark Skagamenn í Sjáum þetta aftur hér. Þetta er alveg grunsamlega mikill tími sem hún hefur til að aðtanna sig þarna. Mattisson. Ég hefði ekki verið sátt ef ég væri þjálfari Tindastóls núna að vera manni færri í föstu leikadriða sem að við fáum tíma til þess að skipta og komin inn á völlin. Algjörlega. En hérna, aukaspyrnan var góð og Mattisson gerði mjög vel, þannig að það er ekkert að taka það af henni. Og nú er bara, kannski spurningin bara hversu stór getur þessi sigur orðið? Ég held að það sé bara málið núna sko, bara hvað ætlum við að hérna, hvað ætlum við að stoppa sko? Vala María tekur þetta frákast hér, finnur Sigrúnu, heldur hlaupinu áfram, fær hann komin inn á teigi, Vala í skotið í þverslána! Það hefði verið ljúft að sjá þarna. Þetta var skemmtilegt spil, við sjáum þetta aftur hérna eftir augnablik. En Tindastólsliðið að reyna að spila sig út hér. Já, ég sammála að fá ekki mannin inn á, vera einum færri þarna í aukaspyrnunni. Þetta er eiginlega alveg skrítin ákvörðun. Þetta að riðlast svo rosalega það vantar mann inn á og mér sýnist hún hérna, þetta hafi verið Agnes og hún er miðjumaður þannig að hún er hávaksin þannig að hún er greinilega leikmaður sem á að vera aftarlega í föstu leikadriði. Já, ég hefði orðið svegt ef ég hefði verið þjálfari Tindastóls. Krista sendingin upp í hornið og þeir halda boltanum. Aukaspyrna dæmt hér, Mattisson
finnur Sigrún, Kaja lögð á stað hér, Dagbjörn fær hann. Nú þarf sendingin að koma, kemur passlega snemma. Kaja, þetta var ekki nákvæmt. Nei, hún þurfti að fá boltan inn í svæðið. Kannski sekúndunni fyrr eða svo. Bíðum ennþá eftir færi á að sjá þetta skot frá Völumar í slána hérna. Rétt á hann. Heldur Tindastóll boltanum þangað til Mattisson, hirðir hann hérna inn á miðsvæðinu, inn fyrir á Ebbu. Ebba hér út í hægra megin, snýr, fer á vinstri fótinn, leggur hann tilbaka á Dagbjörn fer á hægri og tekur skotið. Og ég held að við fáum núna aftur þetta frábæra spil sem að skóp þetta færi hjá Völu. Og Geggja. hún veran reyða í slána. Já, mér sýnst það. Og En við sjáum að núna bæði með þetta og alveg allavega 2 mörk sem við skorum á hann, að það kemur bara upp úr einföldu spili. já, hér sjáum við síðan færi sem að Dagbjörn fékk hérna, tegir sig í hann hérna og setur hann yfir. Kemur sendingin inn fyrir Ebba. Fyll inn í. Ebba leggur hann út í tegin og þar kemur Sigrún Eva, en frábær vörn eða hvað, já, það er ná að koma þessu frá. Og en það bara virðist vera að Skagalið nái sér bara í færi þegar þeir vilja. Já, það er að opnast rosalega mikið pláss á milli bakvarðar og hafsenda hjá Tindastól. Það er annarkvort fylgja ekki inn þegar það er að verjast, þess að bakverðinni koma ekki nálægt hafsendanum, eða hafsendandinn gleyma að færa þegar að boltinn færist í ákveðna átt. Og það getur oft skapað mikið pláss, sérstaklega þegar þú ert með snögga kantara, eins og þú ert með snögga leikmenn, bæði Dagbjörtu og Kaju, og þegar að Vala er komin ofar þá ertu líka með mikinn hraða þar, þannig að þá þarf varnarlínan eins og hún er staðsett núna hjá Tindastól, hún þarf að vera nær, hún þarf að vera þéttari, hún megi ekki hleypa þeim inn í þessi svæði, þessi dauðu svæði sem það oft er að segja, sem að gerist í rauninni ekkert á þessu nema bara að þau eru auð. Þannig að missi boltan hérna. Það er Sigríður. Gullega gert hérna. Krista yfir á Agnesi. Skipting. Sendingin beint á kollina á Kaju. Vega gerir þetta vel. Krista aftur á Vega. Sendingin inn í svæðið hérna inn fyrir Völu. Sigríður nær ekki til boltans, Vala er á undan. Jæja, nú eru stólarnir komnir ofar á völlinn, sjáum hvernig þær leysa úr þessu og hvernig í ætlar að verjast, því að nú eru þær ekki búin að vera svona aftarlega held í allan leikinn, þannig að það verður áhugavert að sjá. Kaja með skot hérna bara frá miðju, hittir hún á ramman, það gerir Erla Karítas Jóhannesdóttir. Þetta kom gjörsamlega upp úr engu. Herðu, við vorum ekki tilbúin þarna, sko. Nei. 5-0 og þar af leiðandi erum við komin núna reyndu fyrir Völsung, eins og staðan er núna. Sem er virkilega sterkt. En við sjáum þetta aftur hérna hvernig við unnum boltan. Hér sjáum við Kaja vinnum, þetta er fyrir, hún er á eigin vallarhelmingi. Þetta er bara Igor Pesic stæl. Þetta var geggjað og við vorum að enda við að segja hérna áðan að það væri rosalega mikilvægt bara fyrir Kaju sjálfa að skora mark snemma leiks til þess að koma sér svolítið inn í tímabili og hún gerði það svo sannarlega, hann að virkilega vel gert. Já, þetta er gríðarlega mikilvægt og þarna kannski sýpur hún Thea Lundmark segðið í rauninni að því að vera komin framar á völlinn. Og þú veist, í þessa svípurstöðu, þetta er auðvitað það sem getur gerst. Já, bara klálega. Ef þú ert með leikmenn sem geta klárað sig af þessu svona skoti af þessu færi. Einmitt. Og þá er bara núna halda engin bönd Skagaliðinu. Og nú getur svolítið trikki, þetta getur orðið svolítið trikki núna því að annarkvort verðum við kæruleysa varnarlega og gleymum okkur. Eða við verðum sjáum hérna
aðdragandan að þessu. Já, þetta er Já, pressan frá pressa frá Ebbu sem að í rauninni skapar þetta. En bara þetta er ekkert einfalt mál. hrós á Kæju líka fyrir að bara þora að taka skoti í þessu færi. Einmitt. Þetta er ekki sjálfgefið. Nei, bara klálega ekki. En ég ætla að segja að við getum líka farið í það að vera eigingjarnar. Já, Og allir vilja skora. allir vilja skora Já. og hækka svolítið hérna markatöluna hjá sjálfum sér og öðrum sko. Skora 2 mörk í sömu sókninni og svoleiðis. Akkurat, við þekkjum það alveg sko. Já, Þannig að þetta er pínu hérna vant með farið en við þurfum bara að halda áfram að gera sem við erum búin að gera vel og það sem ég er búin að vera mjög ánægð með Skagalið í dag. Við erum svo þolinmóðir á boltanum og ef við höldum því áfram að þá eigum við alveg eftir að skora 3-4 mörk í viðbót. já, vonandi. Vala með boltan inn á fjær. Þar er Kæja nær boltanum. Frábær snúningur hjá Erlu Karitas hérna, fer á hægri og ákveður að skjóta bara. En hún ætla greinilega að sanna sig hérna, fá þessa mínútur sem hún fær hérna núna í dag. Og bara Sem er klála akkúrat að það sem taka þetta. Á að gera. Vala tilbaka á Þorbjörgu. Mér sýnist við fara að henda í aðra skiptingu. Já. Sýnist Elvira að vera að gera sér tilbúna. Já, og Aþena Líf ekki rétt. Og Aþena. Það er spurning hvort að Ebba sé að fara út af. Mögulega. Jafnvel Dagbjört og ég myndi halda Vala eða Sigrún. Elvira kom inn fyrir Sigrúnu í síðasta leik. Já. Inn á kantinn bara beint, þannig að Einmitt. Sendingin inn fyrir Selma. Sko, Selma er það framlíkjandi í dag. Þetta er annur rángstaðan á hana. hennar er helsta óskar að vera sóknarmaður, þannig að nú geta ég svolítið mist tökin núna. Já, sjáum hana hérna, hún er vel fyrir innan virðist vera. Og þá er, skipting. Tvöföld skipting hjá IA. Já, Vala og Dagbjört og Vala. Já, þannig að kemur bara beint í 10-una og Elvira kemur bara í bakvarðstöðuna. Þetta er bara svona hrein skipting, Já. sem við segjum. Það verðist vera að þeirra Líf að fá hérna vænan skerf af mínútum. Já, það er hérna núna mínútu til að sanna sig. Já. Sama með Elviru, og núna er bara ótrúlega klókt líka að koma inn á í svona leik sem staðan er 5-0 og mögulega leikurinn bara búinn. Og stundum getur ekkert gerst, þú ert einhvern veginn bara komin yfir múrinn og það gerist ekki neitt. En þú þarft svolítið að taka boltan sjálf, bara hvað ætlar að gera með þessa mínútu sem þú færð og hvernig ætlar að nýta þér þar. Einmitt. Og fyrir unga leikmenn er náttúrulega bara fínt í raunni, þetta er pressulausa mínútur. Já, bara frábært. Það á að vera kannski, einmitt, þú átt að geta notið þín, bara Já, að spila bara frelsi og 100% og í svona leikjum sem að eru hérna sigurinn er nú þegar kominn, maður getur nú sagt það kannski, að þá er svo mikið tækifæri og svona fyrir leikmenn til að gera bara það sem þeir eru góðir í. Nýta bara svolítið. Frábær móttaka hjá Ebba fer síðan bara í skoti hérna. Sendingarna frá Lilju Björg er náttúrulega bara gríðarlega sterkt vopn í vopnapúri Skagaliðsins. Og við vorum að tala um það hérna bara í síðasta leik sem við sátum hérna saman að hérna, þá byrjaði hún frammi, það var ekki bara móti KR þegar við mistum Önnu Þóru út af. Byrjaði frammi í þeim leik og við tölum um það, hún væri örugglega að fara niður vegna þess að hún nýtist okkur svo vel þar og hún gerir það. Hún er sterk varnarlega líka, en það er gaman að segja frá því að bæði hún og Dagbjört og Mari held ég sé alveg hérna, og Ardís láta líka, við mistum þarna 4 í skóla á sama árinu, að það hafa allar verið að spila ofar en þær hafa verið að spila hjá okkur út í Bandaríkjunum. Það er áhugavert. Það er mjög áhugavert og ég veit ekki hvort að við séum bara svona varnarsinnið eða Þá koma tvöföld skipting hjá Tindastóli og af velli kemur leikmann nummer 14 sýnist mér, kallinn John og nummer 15 hérna, það og 14. er Emilía Björk 14 og 15 út. Inn á kemur númer önnur þeirra er allavega Íris, veit ég. Íris, Ösp númer 20
Já, þetta kemur allt saman í ljós hérna innan skams. Og í þeirra stað 30. Já, leikmann númer 30, Árnís Líf Eiðsdóttir. Íris að fá frábæra mínútur hérna í kvöld. Stelpa fædd 2012, hún var að klára hæfileikamótun KSÍ fyrir 2 mánuðum síðan. Já, svona fyrir þá, hér kemur aukaspyrna dæmd á það er gult spjald að fara á loft hér. Já, hún bara hrindir henni. Já, hver er þetta sem að fékk spjaldið þarna? Það er leikmann númer 16, Agnes Nótt. Já, ég ætlaði að fara að segja bara fyrir þá sem að þekki ekki unglinga á þessum aldri. Já. 2012 þýðir að þú ert að klára 8. bekk. Já, einmitt, já. Setja þetta í samhengi fyrir. Í samhengi. Og aftur, þetta er endursýning. Nei, ég trúi þetta var bara nákvæmlega eins og markið, 5. markið hérna áðan. Það ert ekki að grínast. Nei, 4. markið segi, það kemur bara sending, Mattisson tekur hann á kassan. Þetta er bara nánast, þetta er bara algjörlega sama uppskrift. Já. En að þessunni er hún dæmt fyrir innan. Og það er lítið við því að gera. Já. En Lilja Björg, Aþena Líf tekur hlaupið upp í hornið. Vega er á undan, eða hvað? Já, það er... Já, ekkert að þess að pressa hana aðeins. Já. Þegar tekur boltan upp. Sérðu núna plássi sem að mynda sér í miðjunni. Tindastóll ætti bara að keyra ofar völlin og reyna að fiska svolítið þannig. En það gefur Mattisson og Bellu bara allan heimsins tíma í heiminum til þess að færa boltan hingað og þangað, sko. Það hefur verið ákaflega rólegur dagur hjá framherja Tindastóls. Já, og markmanni Skagans. Já. Kemur boltinn inn á góðu teginn. bolti, þetta getur ekki verið. Þetta er rámstæðanúmer, ég veit ekki hvað. Nei, þetta er búið að vera ansi. Þetta er, já. Jú, þetta er nú alveg rétt, en hérna. En hún hérna, hinn portugalska Rita Feist Lang, hefur bara valla komist í snertingu við boltan. Nei. Leikmann númer 10 hjá Tindastóli. Sem að kannski, þetta segir meira en margt í rauninni gang þessa leiks. Þannig kemur hún reyndar og... Það er smá að snertan, en hérna þetta var kannski bara svolítið vitað miðað við bara gengi liðsins og svona þróun liðsins í haust, í haust og vor, í bæði Lengjubikarnum. Þar held ég alveg örugglega hafi dregið sig úr. Ég kannski að bulla, ég bara man það ekki, hvort það hafi dregið sig úr Lengjubikarnum. Gæti vel verið. Bara vegna þess að það bara náðu ekki lið og það er bara, og við sjáum það alveg að þeir eru 5 útlendingarnir í liðinu þeirra og hitt eru síðan heimastelpur og örugglega stelpur sem eru að spila með 3. flokki og 4. flokki eða hvað það er, sko, þannig að hérna Já, þetta vill nú oft verða þannig í svona smærri... En hrós á Tindastól fyrir að halda þessu áfram og bara, því þetta er ógeðslega mikilvægt fyrir leikmennina fyrir norðan. Klárlega. Og eins og ég nefndi áðan, við höfum fengið nokkrar rimmur þessara liða hérna í Akraneshöllinni. Já. Í gegnum tíðina og reyðum upp eitt skiptið hérna í upphafi útsendingar. Frábær leikur. Kemur sendingin fram og Vega skallar þetta út af. Lilja Björg að leita hana að Aþenu Líf. Allavega samkvæmt vef KSÍ að þá spiluðu þær fyrsta leikin á þessu tímabili var mjólkurbikarleikurinn við ÍR. Það er bara svoleiðis.
Já, það er. Og svo spiluðu það bara í lengjudeildinni, þannig að þú veist, þær spiluðu síðast 11. október og svo 27. Já. apríl og þetta eru sko skráðir keppnisleikir, þannig Já. að eitthvað hefur verið æfingarleikir þar á milli. Já. En þá er það rétt að þær hafa ekki verið með í lengjubikarnum. Nei. Mattisson setur hann tilbaka á Mikaelu Íster sem að Og þá er bara, þetta er þá bara 5.-7. leikurinn sem þær spila keppnisleikur og það er líka bara, hefur áhrif. Já. Bella tilbaka á Lilju. Mattisson færa boltan yfir til hægri. Kemur sendingin upp í hornið, þar er Elvíra en harpar undan. Það er ekki leiðilegt að geta tekið Völu út og sett Elvíru inn, hann er bara með svipaðan kraft. Já. Fær bara svipaðan bakvörð í rauninni, sóknar sinna bakvörð. Elvíra finnur Sigrún og Sigrún snýr, setur hann á Selmu sem er hann komin á vítapunktinn. En Tindastóðsliði nær að komast út eða hvað en ekki langt. Bella hirðir hennan upp eftir góða pressu frá Selmu. Selma rangstæð, Selma Dögg í 3. skipti í leiknum. Afsendin okkar, nei bakvörðurinn okkar. Já, en þetta er klaufalegt. Þarna er hún með alla línuna fyrir fram að sig og hérna í góðri stöðu að öðru leiti. Kannski eins og vorum að tala um á hann að þegar maður verður svona ofrólegur á síðasta þriðjung og þá getur þetta gæst. Það er orðið maður svona, þegar við fengum 5. markið þá fór ég maður að hugsa með það sko nú myndur bara flóðgáttirnar opnast og við fengjum bara mark eftir mark en það er svolítið látið á sig standa. Já, Þessi sending hérna. eins og ég segi, þetta er einhvern veginn bara, þetta er svo fín lína. Þú getur annarkvort bara, þú bara heldur áfram eða bara það verði einhvern veginn allir gráðir og vilja skora sko. Og Tindastóll líka bara komið með pínu sjálfstraust. Einhvern veginn, ætla bara einhvern veginn að reyna að halda bolta og hérna ætla að reyna að fá eitthvað út úr þessum leik þótt að sé ekki nema bara 1 mark. Já, einmitt. Sárabóta mark hérna kannski og komum bara kraftur inn með skiptingunum þeirra líka. Já, klálega. En Skaginn vinnur boltana, nei, hendi dæmd á Sigrún Evu hérna 15 mínútur eftir. Nú Já. gaman að hérna rifja það upp að það var fyrir í dag var leikur í Borgarnesi, við mögum ekki gleyma því að grassinu þar sem að Skallagrimur tók á móti Afríku. Já. Og sigruðu 10-0. Og okkar besti Snorri með mark. Snorri Kristleifsson með mark í leiknum og hérna óskum honum að sjálfsögðu til hamingju með það. En Lilja með frábæra sendingu yfir til hægri á Elvíru. Elvíra nær ekki valda boltanum hins vegar. Mattisson tekur hann hérna í miðjurhringnum. Nú verðum við aðeins að róa okkur niður og láta boltan ganga aðeins betur á milli okkar. Já, bara fara í þennan bara fótbolta sem að við höfum verið að sjá skila mestum árangri. Það er bara þessi bara hratt stutt spil. Frábælega gert hjá Kæju hérna. Góð pressa. Og hún gefur það ekki eftir. Mjög vel gert, Kaja. Vinna boltan hérna, finnur Bellu. Bella missir hann aðeins frá sér hérna. Og Mattisson er að fara tilbaka. Sigrún. Mattisson. Akkurat þetta, láta bara boltan ganga. Elvíra fram á við hérna. Aþena nær ekki þessum. Enda með á Skagaliður enda með á bekknum Tinnu Björk Helgadóttur og Nadíu Steinunni og Bríet Sunnu Gunnars. Kæmi nú ekkert á óvart að Nadía fengi einhverja mínútur hérna. Já, við höfum 1 stopp eftir en 2 skiptingar. Sendingin í gegn og enn erum við að láta grípa okkur. Annarkvort er
rangstöðuvörnin svona ofboðslega góð hjá Að bara, Tindastóli. það getur ekki annað verið, þetta er eiginlega ótrúlegt, sko. Já, þetta er, ég væri til í hérna að heyra tölurnar af því að en þetta er auðvitað líka kannski eitthvað ákveðið einbyttingarleysi þegar þú hérna Þú ferð að vera gráður bara í rauninni og ert bara komin einhvern veginn fram úr þér, sko. Já, en þetta er En ég meina þetta byrjaði, þær voru búin að fá á sig dæmdar kannski 6-7 rangstöður áður en að þær skoruðu fyrsta marki, sko. Já. Þannig að þetta er líka þá risastór trós á Tindastóli. Já, ég meina það verður að hérna rósa því sem að þeir eiga skilið. Það er bara klála. Kemur spyrna inn á teginn og boltinn tilbaka hérna. Sunneva missir hann frá sér og þarna bara smá hætta. Og Mikael Eyster. Þetta var, já, einbyttingarleysi. Já, þetta var svona pínu verið að leika sér að eldur hana. Já, þetta var alveg pínu óþarfi. Já. Það virkaði líka bara eins og þeir væri einhvern veginn ekki að tala saman því að Þorbjörg var í rauninni bara að skýla boltanum Já, og býða eftir að akkurat. Mikaela kæmi og Mikaela var að býða eftir sendingunni tilbaka og Mikaela út á Selmu, Selma tilbaka á Lilju, Lilja lyftir þessu þá hérna fram Vega kemur honum á Kristu og Hrafney Bella vinnur boltan fyrir Ía. Ebba tekur hlaupið í gegn, er hann fljótinn? Nei, sendingin nær ekki í gegn. Og Bella vinnur hann aftur. Frábært Bella. Ótrúlega vinnusöm að venju. Já, Ísabel hún er það. Jasmín. Ára Mattisson. Skalinn náttúrulega liggur ekkert á. Nei, nei. Aþena tekur hlaupið, fær sendingunni inn á Lilju, erfið. Kemur sendingin í gegn en það er bara þægilegu dagur svo sem fyrir varnarlínuna hjá Skaganum í dag. Það hefur meira reynd að sóknarlega heldur en varnarlega, sko. Og hérna, bara svona staðsendingar og annað og ég held að þetta sé mjög gott bara sjálfstraust og, fyrir sjálfstraustu og annað að hérna fá svona leik út af því að þetta getur gefið liðum svo rosalega mikið bara að fá að skora aðeins og fá svolítið að stjórna leikjum og þetta getur hjálpað rosalega mikið upp á hérna langtíma markmiðið. Kemur skipting hjá Tindastóli. Er það ekki þá bara, nei. Það er það væntanlega Karen Sif eða Magnea sem að það er Krista Sól sem er að fara að velli fyrir liðin og já, það er leikmann nr. 7 Karen Sif Halldórsdóttir sem að kemur inn á í staðinn. 6-0 hljóma vel. Já, það gerir það og það er svona það væri eins og ég nefndi áðan Vitlaust innkast. Já, eins og ég nefndi áðan að síðasti svona opinberi leikur, svona heimaleikur Ía gegn Tindastóli fór 6-0 Já. árið 2017 og Ég held nú að ég hef skorað í þeim leik. ég er alveg vissu það. Það er bara þess virði að rifja það upp og ég hvet áhorfendur til þess að gera það, smetla sér inn á Ég held það. YouTube-brásinu okkar, þar eru bara allar upptökur frá öllum þessum 400 og eitthvað Mælum útsendingum með. okkar. Mælum með að kíkja á þetta. Já. En Borgunarbikar kvenna, er það það? var það? Nei, þetta er 2012. Já, nei. Nú er ég alveg að rugla. En allavega,
styttist í þessu hérna. Nei, ég skoraði ekki, en Nei. ég var þarna samt. Já. Það get ekki allir skora. Nei, það græðki í manni hérna. En Mattisson. Tindastóðsliðið rauninni bara að reyna að lágmarka skaðan. Það liggja bara tilbaka. Já. Það rauninni lítið annað að gera. Þjálfa varnarfærslunar. Kemur sendingin inn fyrir Ebba. Er ekki rangstæða þessu sinni og gefur sér kannski ekki nógan tíma. Nei, hún eiginlega, ég held hún hafi bara beðið eftir að Já, ég held að það búist við því að vera rangstæðana. En sendingin frá Elvíru. Frábær sending. Frábær og já, hún bara hefur Hún miklu hefur meiri miklu, tíma já. en hún veit, virðist vera. Sér hún tilbaka á Elvíru. Þetta sumar gæti verið langt og strangt fyrir Tindastól. Já. Verðist svona fara þannig á stað allavega. Já, ég held það. Ég, svona, fyrirfram hefði maður alltaf, spáð þeim erfiðu gengi. Og svo er þetta svona, já, svona á milli FHL og Völsungs myndi ég halda. Svona ef við ætlum að horfa á hvernig þetta mun enda í september, er það ekki? Jú. Og en það verður bara gaman að sjá og við erum að fara nú í leik við Völsung eftir 2 vikur. Já, næstu 2 leikir, við nefnum það aftur. Skaginn er að spila gegn Keflavík fyrst á næsta laugardag. Já, 30. og svo eigum við bara helgina eftir það eigum við Völsung fyrir norðan. Já. 7.7. Nú 6.06.26. Geggjuð dagsending. Herðu, 6, já. Það er Bubbi maður. Það er bara, já. Þannig að þetta eru, og svo fáum við Selfoss heim. Þannig að við getum alveg bara, næstu leikir eru krúsjál. Já. Klálega. Myndi ég halda og svo er þetta Haukar, Grótta, HK. Þá erum við komin inn í hringinn sko. Tindastóll á í næstu umferð heimaleikja Gróttu sem hann alltaf sigraði KR í dag. Já, ég vil segja óvænt og síðan eiga þær næst útileik gegn HK þannig að það tekur eitt við öðru hjá Tindastóli. Já. En væntanlega byrja þær freista þess að kannski að ná í sín stig á heimavelli, myndum maður svona... Já, ég myndi alveg halda það. Það er alveg krefjandi að fara norður, það er krefjandi að fara austur og þessi deild er náttúrulega þannig að það er mjög mikið af ferðalögum, þannig að þú þarft svolítið að kannski treysta á heimaleikina þína og ef að þeir eru ekki að skila þá getur þú lent í miklu vesenni því að maður veit það alveg að útileikir eru bara eins og þeir eru. Já. Ebba kemur fínt hlaup frá Elvíru hérna, Elvíra séðan yfir til vinstri. Aþena eldir en hún er rangstæð. Svona vantar aðeins upp á svona einhvern veginn gæðin í framkvæmdinni hérna. Þá er skipting hjá IA. Ein skipting, mér syns það er Nadia Steinun sem er að koma inn á og það er fyrir Sigrún Evu Sigurðardóttur. Spilaði vel. Já, bara flott. Steinun, þetta er bara reyn skipting væntanlega. Nadia kemur væntanlega bara á hægri vænginn. Já. Rauninni 4-2-3-1 mætti maður eiginlega að segja. Já. Akkurat eins og að stilla sér upp núna. Það sem að, ef maður má fara svona í þjálfunarfræðina hérna í beinni. Það var ekki allir gaman að því. Jú, klálega. Það sem að gerist með svona þessum kampmanni eins og Sigrún er búin að vera sem að leita svona rosalega mikið inn er það að það verður svo ótrúlega mikið hlaup á bakverðinum því að það opnast alltaf svæðið. Við höfum ekki alveg nógu mikið verið að nýta þetta sama hvort það hafi verið Elvíra eða Vala. Þannig að þá þurfum við líka svolítið mikið að horfa hinum megin og hvetja þá Selmu til að koma ofar og þá Dagbjörtu sem var og núna Kæju. Við megum ekki alltaf fara hægra megin.
því að þá verða bara endar það þannig að bakverðinir okkar sem eru þá Elvíra og Vala núna sem eru búin að spila þær springa bara eftir 40 mínútur. Þannig að við þurfum að vera klókar. Dreifa álaginu. Eiginlega, út af því að það er þannig að þegar að Þorbjörg fær boltan þá á Sigrún að koma inn og þá á að skapast pláss hægra megin, en við getum líka að fara vinstra megin. Við erum rosalega fastar á því að fara hægra megin og eðlilega flestar af þessum stelpum hérna inni fyrir utan Lilju spila eru hægrifóta. Þannig að eðlilega viljum við fara hægra megin, en við getum ekki keyrt leikmennin okkar út á fyrstu 40-45 mínútunum vegna þess að leikkerfið er svoleiðis. Þá kemur lokaskiptingin hjá Tindastóli og það er leikmaður með 13, Hrafney Lea Árnadóttir sem að fer af velli, sýnist mér, kemur út af hérna megin og þá er Magnea Petra Rúnarsdóttir væntanlega að koma inn í hennar stað. Það er síðasta skiptingin hjá Tindastól og þar með er öllum skiptingum lokið í þessu leik. Já. Nú styttist í 90. mínútuna. Aldís, eins og vanalega þá hérna færðu það hlutverk að velja mann leiksins. Ég veit ekki hvort það tekur því eins og að gefa þér það verkefni. Því er það ekki bara nokkuð augljóst hver það er í dag? Jú, ég held það. Ég held að Alexa fái bara þennan titil. Hún braut ísinn fyrir okkur. Og mölbraut hann svo í kjölfarið? Já, klálega. En mér langar líka að hrósa bæði Lilju, Ólafs og Selmu. Já. Fyrir bara stabílan leik, varnarlega og gott svona, hvað segir maður, uppspil sóknarlega eða þær eru bara búin að standa sína plikt vel, þannig að ég held að Alexa fái hérna nafnbótina og hinar fái honorable mention. Já, einmitt. En ekki það er varla kannski ekki miklir veikir blettir að sjá á skaganum í dag. Nei, mér finnst líka bara ef við förum aðeins yfir þetta. Þannig með sendingunni gegn fyrir Ebbu, hvað gerir Ebba hér? Frábær vörn þarna hjá varamanninum Íris Ösp, snögg fyrirgeðu, já. Já, nei, ég ætla að segja, ef við förum bara eins og skoðum hérna bara línuna, mér veist Mattisson og Bella síðustu 3 leikir sem ég hef séð í liði keppa höfum verið í basli á miðjunni. Við erum ekki búin að lenda í basli núna og það held ég sé bara gott inn í komandi átök. Mér finnst þó að Ebba sé ekki búin að skora, þá finnst mér hún búin að vera að taka mjög eigingjörn hlaup, hún er búin að opna mikið svæði, mér var Dagbjört koma inn með miklum krafti, eins og við nefndum áðan, hvað verður mikilvægt fyrir Kæju að skora, hún gerir það og hún er búin að vera spræk síðan hún kom inn á, þannig að ég held að þessi leikur sé mjög jákvæð fyrir kvennalið. Já, klárlega. Og vel gert hjá Þorbjörgu hérna, Mattisson síðan mikil barátta hérna á aukaspyrna dæmt á Tindastól, sýnist mér. Skarpi vill fá bara hafsendana og bara inn með þetta. Turnana inn í. Þorbjörg og Selma mæta á fjær. Lilja bara að passa rangstöðuna. Lilja. Langur og hár, Thea út úr markinu, svona stangar hann frá og Nadia nær ekki að hitta hann vel. Fínu kærleysi í þessu. Kemur langur bolti fram, Elvíra ákveður bara að setja hann út af, skynsemi kannski. Leifa liðan að koma tilbaka. Já. Sunneva síðan með skot hérna. Já, að gera. Já. Ég man nú ekki, hefur Mattisson þurft að verja skotið svona ekki? Nei, Mikaela segi ég. Nei, hún greip hann þarna í eitt skipti. Hvort það hafa komið aukaspyrna langt skot eða eitthvað og hún bara, það var engin í henni einu sinni. Það er bara flautað að það er ekkert verið að eyða í of mikinn uppbótartíma þrátt fyrir margar skiptingar. Já, 5-0 sigur hérna og ég held að okkur veit ekkert að því að byrja að rifja upp fyrstu 3 mörkin fyrsta markið kom ekki verið á 41. Það var Alexa sem að í rauninni bjóð til markið og fylgdi síðan bara eftir hérna miklum darraðadansi og setur hann í netið og braut ísinn eins og segir. Síðan kemur Mattisson Brúk sem að pressar vel, boltinn berst á Alexu sem að bara klárar þetta
og síðan kemur löngsending í, þetta er sennilega Lilja sem á bara þessa sendingu, sést ekki alveg á þessum myndum, en Alexa með þrennu á 5 mínútum. Síðan er það hér Lilja Björg með sendinguna inn á teiginn þar sem Mattisson bara fær að taka hann á kassan og setja hann í netið. Og síðan var það á endanum Erla Karítas Jóhannesdóttir sem að nýtur góðs hérna fínni pressu Ernu Bjartar. Þetta er bara svipuð færi og Arna Már á móti Þór árið. En og ekki með vindi, hann var örugglega, ég held að við getum alveg sagt það, þetta er jafnvel betra mark. Ég held það, og Gylfi sig skoraði nú svona út í Eyjum fyrir stuttu. Það var í hávaðaroki. Það var bara rók þar. En allavega, en Aldís, ég meina þetta er bara mjög jákvætt fyrir skagaliðið inn í næstu leiki væntanlega, eða hvað? Já, jú, að bara klálega, eins og ég sagði, bara sjálfstraust vinnur oft fótboltaleiki og það er oftast það sem að hjálpa manni yfir línunni einhvern veginn sko, og ég held að það hefur ótrúlega mikilvægt að fá bara Alexu þótt hún sé komin að blað, Mati kom að blað, Kaja líka, og eins og ég talaði áðan, bara það voru margir leikmenn með flotta frammistöður og það gefur okkur klálega inn bara hérna fyrir áframhaldandi verkefni sem við eigum núna í næstu leikjum, því að eins og ég segi, við eigum alveg klálega að geta tekið 9 stig úr næstu 3 leikjum með þessum meðtöldum. Klálega. Mögulega með bara Selfoss-leiknum líka, þannig að nú bara keyrum við á þetta. Já, nákvæmlega. Takk hérlega fyrir að vera með mér hérna, Aldís Silva, í dag. Já, bara takk fyrir að fá mig. Og eins ætla ég að þakka Guðmundi Kort Einarsinni fyrir hans störf á myndavélinu og svo Snorra Kristleifssyni sem kom hérna inn í stjórn útsendingar og hjálpaði sjálfsög til undirbúning eftir að kom hérna dauðþreyttur úr Borgarnesinu eftir að hafa skorað mark. Eftir að hafa skorað mark þar. En sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og hérna þakka kærlega fyrir samfélgina, bara þangað til næst, ekki bara hafið það sem allra best.